Silja Bára Ómarsdóttir, gjörðu svo vel. Já, takk. Ég tek undir þakkir til Írisar Lindar fyrir fína framsögu og þakka sérnefnd fyrir góða greinagerð og ítarlegar yfirferðum yfir starf nefndarinnar og hvernig þau hafa brugðist við athugasemdum. Nokkrir punktar bara sem ég langar til þess að draga fram, það er hérna þessi umræða löglegar hernaðaraðgerðir versus ólöglegar og að stundum séum við skuldbundin af aðild okkar í Sameinuðu þjóðunum til dæmis til að styðja skilyrðislaust ákveðnar aðgerðir, en þetta er auðvitað allavega í mínum huga, þetta er þessi grein nákvæmlega til þess að bregðast við þeim yfirlýsingum sem við erum ekki skuldbundin af, að við förum ekki að styðja aðgerðir sem ekki eru samþykktar af alþjóðasamfélaginu fyrirfram án þess að það sé svona tékkuð af svo ákvörðun af þinginu. Þannig að ég myndi nú ekki fallast á það svona allavega án þess að það þyrfti mikið að reyna að sannfæra mig að þessu ætti að breyta. Það er hérna hugmynd uppi að breyta þó því að það hafi ekki verið gert að tala árás eins ríkis á annað. Það er einnig allsendis ófullnægjandi mínu mati. Það eru mjög oft aðgerðir í gangi þar sem ekki er verið þar sem ekki eru ríki að ráðast á önnur og alls konar gerendur á alþjóðavettvangi sem að falla utan þessara þröngu skilgreiningar, þannig ég myndi vilja hafa þetta áfram opið, en ég bara vænti þess að við fáum þá að sjá nánari úttektir á þessu orðalagi og er búin að senda formanni og varaformanni nefndar tillögu að fræðimanni sem að gæti kannski hjálpað okkur með þetta. Í hérna þriðju greininni þá svona velti ég því fyrir mér og beðst afsökunar að hafa ekki nefnt þetta áður, þetta svona verið aðeins að mallast í hausnum á mér, en hvort að með þetta framsal, hvort að það sé skynsamlegra að setja þessa reglu fram neikvætt, að það sé óheimilt að gera þessa þjóðréttarsamninga nema undir ákveðnum kringumstæðum. Það er svona kannski sterkara, en þið hafið það kannski bara á bakvið eira svona í lokafasanum að þetta kannski ætti að vera að greinin gæti virka sterkari þannig. Og að lokum þá bara rétt, þetta er ekki í tillögunum beinlínis, en að því að það er punktur í lokinni í samantekt sérnefndar eineðlið og tvíeðlið, þá bara rétt að benda á að A-nefnd kynnir í dag töluvert breytt ákvæði innleiðingu mannréttindasáttmála, þannig að ég held að það ætti að vera komið í meira samræmi við þá afstöðu sem að sérnefnd hefur tekið í þessum málum. Þannig að, en svona í heildina þá bara líst mér vel á þetta bara með þessum fyrirvörum að ég held að það myndi sannlega veikja það sem við erum að reyna að gera, að tryggja það að það við sé samstarf á milli þings og löggjafar og framkvæmdavalds ef Ísland á að styðja, ef lýsa á yfirstuðningi við hernaðaraðgerðir. Ég held að myndi veikja ákvæðið að verða við þessum ábendingum, en vona við getum fengið frekari athugasemdir við sem hjálpa okkur að lenda þessu í sátt. Takk hérlega fyrir.